Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að sýna ykkur dagatalið. Við finnum dagatalið þegar við opnum skúffuna og sjáum hérna að það er til app sem heitir Dagatal. Þegar við opnum það, þá komum við inn á skjá þar sem við sjáum að hér efst er stika þar sem stendur ár, mánuður, vika og dagur. Og þar getum við séð dagana eftir því skipulagi. Til dæmis ef ég vel ár, þá sé ég yfir allt árið 2020. Til að velja mánuð, þá vel ég hérna mánuður og fer inn í júlí. Til þess að fletta á milli mánuða eða ára, þá einfaldlega strjúkum við til hliðar og sjáum að hér í efra vinstra horninu breytist heitið á mánuðinum eða árinu yfir í ágúst. Þegar við viljum bæta við viðburð í dagatali okkar, þá förum við og ýtum á plúsin hér í neðra hægra horninu og þá kemur upp þessi mynd. Tölvan biður okkur að skrifa titil og ég ætla að skrifa inn vinna. Fyrir neðan það get ég valið hvort að viðburðurinn sé allan daginn eða hvort hann sé á ákveðnum tíma. Ég ætla að velja að vinnan mín byrji þriðjudaginn 21. júlí klukkan 11. Þegar ég er búin að því, þá ýti ég á lokið og vel síðan hvenær ég vil að vinnan ljúki. Þá ýti ég hérna á lok. Ég vil að hún endi sama dag, 21. júlí klukkan 1. Síðan ýti ég á lokið og það er búið að stimplast inn. Svo get ég bætt inn áminningu fyrir viðburðinn og það er þessi hérna lína þar sem að bjallan er vinstra megin. Ég ýti hér á bæta við og ég ætla að velja að ég fái tilkynningu 30 mínútum fyrir. Ef að ég vil endurtaka viðburðinn, þá ýti ég hérna á endurtaka og ég vil að hann sé daglega, þá einfaldlega smelli ég á það og ýti síðan á örina sem vísar tilbaka hér í vinstra horninu. Þegar ég er búin að gera viðburðinn minn, þá ýti ég hérna á vista og hann kemur inn í dagatalið mitt. Dagatalið er mjög gagnlegt app til að nota ef við þurfum að muna eftir sérstökum viðburð og við getum notað hann alveg eins og þegar við erum með venjulegt dagatal á pappírsformi. Endilega haldið áfram að horfa á myndbönd. Í næstu myndbandi ætlum við að fjalla ennþá fleiri öpp sem er í spjaldtölvunni ykkar.